Ágætu gestir, komið í sæl, gaman að sjá ykkur, hlakka til að vera með ykkur hér í dag. Forseti Íslands, ráðherra, þingmenn, kæru bændur og aðrir velunnarar íslensk landbúnaðar. Það er mikill heiður að fá að stíga á stokk og setja búnaðarþing. Fyrsta slíka þingið var haldið árið 1899 af Búnaðarfélagi Íslands, eins forvera bændasamtakanna. Síðan þá hafa eðlilega miklar breytingar orðið af félagskerfi bænda og halda þeir áfram. Alveg má færa fyrir því góð rök að á margan hátt séu samtökin í núverandi mynd en að slíta barnsskónum. En gamli grunnurinn er þarna ennþá, sem og svo bjargfasta trú að bændum farnist best þegar þeir standa saman og vinna sameiginlega að málefnum landbúnaðarins. Óhætt er að segja að síðasta ár hafi verið viðburðaríkt. Ný ríkisstjórn tók við eftir óvæntar alþingiskosningar og hefur samstarf okkar við hana verið gott. Það hefur ekki verið hnökralaust, en það hefur verið árangursríkt. Samtal þar sem allir koma fram af heilindum og bera virðingu hver fyrir öðrum er grundvöllur árangurs í allri vinnu. Við höfum nálgast öll mál af yfirvegun og gætt þess að láta ekki tilfinningar eða stundarhita leiða okkur á villur vegar. Með yfirvegun og sanngirni í málflutningi hafa mörg mál tekið breytingu meðal annars í meðförum Alþingis, enda hafa bændasamtökin tekið það alvarlega að gæta hagsmuna bænda. Samtökin hafa komið rækilega að þeim sjónarmiðum sem skipta bændur máli og á okkur hefur verið hlustað. Þegar á hólminn er komið, eru það bændasamtökin sem gæta hagsmuna bænda. Þótt margur annar þykist vita betur en bændur hvað bændum er fyrir bestu. Við höfum ræktað sambandi við þjóðina, tala landbúnaðinn upp, ekki niður. Enda njóta bændur mikillar velvildar hjá almenningi, könnun eftir könnun sýnir að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar er bændum velviljaður. Vel heppnuð auglýsingaherferð bændasamtakanna undir yfirskriftinni "Við erum öll úr sömu sveit" var hugsuð sem áminning til þjóðarinnar en líka til okkar félagsmanna það að sama hvaðan við komum þá eigum við öll sömu hagsmuna að gæta þegar kemur að landbúnaðinum okkar. Allir vilja sjá blómlega byggð allt land með gróskumiklum landbúnaði og brosandi bændum á hverjum bæ. Áhugi á bændum og landbúnaði hefur aukist svo eftir verður tekið. Við sjáum hins vegar stundum dæmi að enn má gera betur í að auka skilning almennings og eðli landbúnaðar. Við höfum séð að ekki skilningur á því að starfsstöð bóndans er líka heimili hans og heimili fjölskyldunar. Sem slík hlýtur hún að njóta ríkari verndar og virðingar, hvað varðar persónuvernd og friðhelgi einkalífs, en almennt gerist atvinnurekstur. Öll okkar starfsemi lýtur opinberu eftirliti og í sumum tilfellum öðru eftirliti líka. Það þarf engin önnur starfsstétt að þola það að brotist sé inn til þeirra án nokkurra eftirkasta fyrir brotamennina. Við eigum ekki að þurfa það heldur. Þá sá ég bara daginn að fréttaskot af litlum drengi sjónvarpi með lamb í fanginu. Varð einhverjum netverjanum tilefni til ásakana dýraníð. Ég geri mér grein fyrir því að viðkomandi manneskja er á jaðrinum, en þessi dæmi sýna okkur hvað getur gerst ef bilið milli býlis og borgar verður of breitt. Við eigum að leggja okkur fram að auka skilning fólks á raunveruleika landbúnaðar og dýrahalds. Ég er sannfærður að í kjölfarið á auknum skilningi fylgi aukin velvild og aukin stuðningur. Kæru gestir, myndin er dekkri þegar horft er út fyrir landsteinana. Hvert stórstríðið rekur annað og belgingur í leiðtogum stórveldan hefur valdið því að brestir eru komnir
í stoðir alþjóðasamfélagsins eins og við höfum þekkt það til þessa. Óvissa í alþjóðaviðskiptum, hvort sem hún er til komin vegna stórkarlalegrar hegðunar þjóðarleiðtoga, tollastríðs eða raunverulegra hernaðarátaka er hættuleg lítilli eyþjóð eins og okkar. Við erum til allrar hamingju en fjarri heimsins víga slóð, en hærra olíuverð hefur áhrif á allan okkar aðflutning. Í tilviki okkar bænda er gríðarleg óvissa framleiðslu og aðgengi að áburði, en dæmin eru að sjálfsögðu fleiri og stærri. Rétt eins og við höfum komist að í hverri krísun á fætur annarri, þá er ekki alltaf gott að sjá fyrir hvar aðfangakeðjur bresta. Þegar ekki lengur hægt að treysta því að frjálst flæði vara, þjónustu og fjármagns milli ríkja haldist ótruflað, er eðlilegt að ríki leiti leiða til að tryggja eigið öryggi, ekki síst í mikilvægustu atvinnugreinunum, þar vega þungt matvælaframleiðsla og landbúnaður. Það er mikilvægt að halda því til haga að markmiðið er ekki að öll matvara sé framleidd hér heima. Innflutt matvara og önnur nauðsynleg aðföng eru mikilvægur og æskilegur hluti af matarneyslu þjóðarinnar. Hins vegar, ef og þegar kreppir að, verðum við fegin að hafa hér á landi öfluga matvælaframleiðslu. Við verðum að efla eigin framleiðslugetu, hvort sem er í korni, grænmeti eða dýraafurðum. Því einmitt á tímum ófriðar og óróa skiptir máli að geta staðið á eigin fótum. Við bændur höfum alltaf skilið þetta. Við vitum að fæðuöryggi er ekkert sjálfgefið, enda er matvælaframleiðsla við ysta haf alltaf glíma við náttúruöflin sjálf. Það er þess vegna sem sjálfstæð matvælaframleiðsla er einn af hornsteinum fullveldis hennar hverrar þjóðar. Kæra fundarfólk. Nú stendur þjóðin á frammi fyrir ákvörðun hvort halda í áfram viðræðum við Evrópusambandið. Þetta mál hefur marað í hálfu kafi í 13 ár. Stundum hefur það verið sýnilegra og stundum hverfur það sjónum stundarsakir. Það er auðvitað bæði eðlilegt og rétt að þjóðin sjálf skeri úr hvort halda í áfram þeirri vegferð. Leiði þetta mál til lykta. Við í bændasamtökunum tökum ekki afstöðu gegn þjóðaratkvæðagreiðslu. Þvert á móti teljum við mikilvægt að þjóðin fái að segja sitt álit í slíku grundvallarmáli. Það er hins vegar ekki svo að algjör hula hvíli yfir því hvað í inngöngu felst. Við vitum hvernig landbúnaðarkerfi Evrópusambandsins er samansett og hvernig það virkar. Við eigum í nánu samstarfi við kollega okkar Norðurlöndunum og víðar í Evrópu. Það er því ekki rétt að engin málefnaleg umræða geti átt sér stað Evrópusambandið áður en endanlegur samningur liggur fyrir. Jafnvel áður en pakkinn er opnaður, eru ýmsar ályktanir hægt að draga af stærð hans, lögun og jafnvel pappírnum sem hann er pakkaður í. Ég vil því nefna nokkra hluti sem skipta okkur bændur máli sem við teljum mikilvægt að verði komið til móts við. Aðildarviðræður við ESB eru sjálfstæð uppspretta óvissu sem hefur kælandi áhrif á fjárfestingar í landbúnaði. Óháð niðurstöðu. Enginn leggur út í fjárfestingu til langs tíma þegar lagaumhverfi rekstursins er svona óljós. Þessi áhrif verða alvarlegri eftir því sem að aðildarviðræður dragast á langinn. Okkur sýnist svo stærstu áhrifin af inngöngu í ESB ekki vera styrkirnir í hvaða formi sem þeir gætu verið, heldur brottfall tollana. Slíkt myndi hafa veruleg áhrif á landbúnað þar sem að framleiðendaverð á Íslandi fyrir utan lambakjöt eru mun hærri heldur en í ESB. Þessi áhrif valda því að mjög auknar greiðslur þyrftu ef að landbúnaðurinn á ekki að verða fyrir verulegum búsifjum af aðild. Samningsafstaða Íslands í fyrri aðildarviðræðum að því marki sem hún lá fyrir í málum sem snertu landbúnaðinn byggði meðal annars á því að hér ætti að viðhalda banni við innflutningi á lifandi dýrum,
banni við innflutningi á fersku kjöti og banni við innflutningi á tilteknum plöntum. Kjötinnflutningur er nú leyfður í takmörkuðum mæli í kjölfar dóms EFTA-dómstólsins, en við vitum ekki hver afstaða ríkisins verður í þessum málum, frekar en öðrum. Samningsafstaða í landbúnaði lá aldrei fyrir á sínum tíma, en við teljum að hún þurfi að liggja fyrir svo hægt sé að taka upplýsta afstöðu. Aðalatriðið er að ef viðræðum við ESB verður haldið áfram, vinni stjórnvöld náið með hagaðilum að mótun samningsmarkmiða og annarri vinnu í viðræðunum. Eigi landbúnaður á Íslandi ekki að verða fyrir miklu, varanlegu tjóni, verða stjórnvöld að knýja fram sérlausnir sem bíta. Líkurnar á slíkum málalyktum eru meiri ef bændasamtökin og aðrir upplýstir hagaðilar fá að taka virkan þátt í vinnunni með stjórnvöldum. Það væru stór mistök af hálfu stjórnvalda að halda bændum utan við þá vinnu og nýta sér ekki þekkingu þeirra til að ná sem bestri niðurstöðu fyrir Ísland. Fyrir lítið land eins og Ísland þá er einsýnt að við þurfum að nálgast málefni sem þessi saman ef þjóðin ákveður að halda áfram. Því það vill stundum gleymast að landbúnaðarmál eru ekki sérhagsmunir bænda, heldur almannahagsmunir. Sveitin, maturinn, ræktarlandið, dýrin og bændurnir, allt er þetta stór og mikilvægur hluti þjóðarsálarinnar og samfélagsins. Og þetta er þáttur sem almenningur vill standa vörð um. Kæra fundarfólk, nú blasir við okkur eitt stærsta verkefni síðustu ára. Búvörusamningar að renna út og vinna við heildarendurskoðun starfsskilyrða landbúnaðarins framundan. Við þurfum í samvinnu við stjórnvöld að finna leiðir til að bæta stuðningskerfið, auðvelda fjárfestingu og nýliðun og tryggja bændum sanngjarnar tekjur fyrir þeirra vinnu og framleiðslu. Bændur hafa verið mjög skýrir í sinni afstöðu. Við viljum réttlátt kerfi sem byggir á trausti, fyrirsjáanleika og sanngirni. Við viljum réttarstöðu bænda þannig að rekstur búanna sé lífvænlegur, að nýir bændur sjáu framtíð sína í stéttinni. Við viljum að íslenskur almenningur hafi upplýsingar það hvaðan matvælin komi og að með því að versla íslenskt þá getur fólk treyst því að hvergi er slegið af kröfum í gæðum eða aðbúnaði. Hvorki verkafólks né máleysingja. Tollverndin verður áfram einn megin þátturinn í þeirri vinnu. Hún þarf að fylgja verðlagsþróun og tryggja bændum jafna samkeppnisstöðu. Við viljum að stjórnvöld horfi á hana ekki sem hömlur eða forréttindi, heldur sem samfélagslegt tæki til að efla matvælaframleiðslu, treysta byggð í landinu og tryggja fæðuöryggi. Þá þurfum við að leysa úr málum sem snúa að búvörulögum og afurðastöðvum, tryggja nauðsynlega hagræðingu, en gera það með samráði, ekki yfirboðum. Það sem mun skipta mestu máli í allri þessari vinnu er samstaða bænda. Eðlilega eru hér skiptar skoðanir eins og allstaðar. Þar sem fleiri en 2 bændur koma saman. Það er hins vegar mikilvægt að missa ekki sjónar á því sem við eigum sameiginlegt. Við erum ekki bara fulltrúar ólíkra búgreina. Við erum ein stétt. Með það sameiginlega markmið að tryggja íslenskum landbúnaði framtíð og íslenskum bændum réttláta afkomu. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum, en ef saga okkar kennir okkur eitthvað, þá er það að með samstöðu og seiglu höfum við staðið á okkur margan storminn í gegnum árin, og það getum við enn. Kæru gestir, við lifum á tímum óvissu og tækifæra. Við vitum að heimurinn breytist hratt, en sumt breytist aldrei. En það er það gildi vinnu sem unnin er af heiðarleika, elju og vondirsku, það er íslenskur landbúnaður. Ég hef trú á framtíðinni, trú á að samvinna bænda og stjórnvalda geti skilað íslenskur landbúnaði starfsskilyrðum sem ýta undir vöxt, fjárfestingu og nýsköpun og stöðugleika
til næstu áratuga. Þau eru mörg verkefni sem framundan eru, en það er líka til margs að vinna. Hér duga engin vettlingatök, en sem betur fer hafa bændur aldrei verið latir til verksins og eru því bjartsýnn á framhaldið. Búnaðarþing 2026 er sett. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Formaður, ráðherra og aðrir góðir þinggestir, kæru bændur, kæru vinir. Mér er það sönn ánægja að ávarpa ykkur á búnaðarþingi. Þið sem hér komið saman berið mikla ábyrgð á einni mikilvægustu undirstöðu samfélagsins, framleiðslu íslenskra matvæla og annarra afurða, og eruð jafnframt í fararbroddi þeirra sem nýta og varðveita dýrmæta náttúru Íslands. Sjálf er ég alin upp á Kársnesinu í Kópavogi, en dvaldi sem barn allnokkur sumur í sveit í Hjaltadal í Skagafirði. Ýmsar góðar minningar hafa fylgt mér þaðan. Ilmurinn af heyinu, samskiptin við dýrin, tengslin við náttúruna og tilfinning fyrir samhengi hlutana. Þetta er allt saman eitthvað sem er mér ennþá mjög mikils virði. Þar í Skagafirðinum gerði ég mér fljótt grein fyrir að matur verður ekki til að sjálfu sér og ég lærði að meta natni, þekkingu og þrautseigju ykkar sem ræktið landið. Á liðnu sumri flutti ég ávarp á Hólahátíð og rifjaði þá upp að mér var treyst fyrir því ungri árum að gefa nokkrum heimalingum í Hjaltadalnum nöfn. Ég skírði 2 þeirra í höfuðið á gleðigjöfunum Halla og Ladda, sem nutu mikilla vinsælda á þessum tíma. Fyrir skemmstu kvaddi annar þeirra, Haraldur Sigurðsson, þessa jarðvist og blessuð sé minning hans, en hinn, Þórhallur Sigurðsson, hann Laddi, heldur áfram að gleðja þjóðina. Eitt af dægurlögum þeirra bræðra, 2 úr tungunum, þótti okkur flestum bráðfyndið á sínum tíma. En þegar betur er að gáð, má þó velta fyrir sér hvort sú saga sem þar er sögð, vissulega með bros á vör, hafi ýtt undir lífseigar en villandi staðalmyndir lífið og fólkið í sveit og borg. Við Íslendingar erum að mínu mati einfaldlega of fá til að geta leyft okkur þann munað að skipta okkur upp í andstæðar fylkingar. Styrkur okkar liggur í samtakamætti og hann þurfum við að rækta að sömu alúð og landið sjálft. Líkt og stundum áður stöndum við Íslendingar á tímamótum. Uppruni matvæla, sjálfbærni og fæðuöryggi skipta sífellt meira máli í alþjóðlegu samhengi. Og þar stöndum við Íslendingar vel að vígi. Við höfum aðgang að hreinu lofti, gnægð drykkjarvatns, jarðhita, víðáttum og dýrmætri menntun. Þetta eru auðlindir sem gera okkur kleift að framleiða matvæli í hæsta gæðaflokki fyrir okkur sjálf og líka fyrir aðra. Matvælin sem hér verða til leggja grunn að öryggi þjóðarinnar. Á tímum óvissu í heiminum verður sífellt mikilvægar að efla innlenda framleiðslu, nýsköpun og fjölbreytni, svo við séum betur í stakk búin til að takast á við margháttaðar áskoranir framtíðarinnar. Framundan er einnig mikilvægt lýðræðislegt verkefni. Það stefnir í að þjóðin muni innan fárra mánuða taka ákvörðun næstu skref í samskiptum sínum við Evrópusambandið. Sú ákvörðun kallar á yfirvegun, opið samtal og gagnkvæma virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Það er eðlilegt og í raun styrkur þjóðar að hún geti litið á kosti og galla í stórum málum með ólíkum augum.
Andspænis öllum stórum ákvörðunum, hvort sem þær varða okkur sem einstaklinga eða sem þjóð, skiptir máli að við gefum okkur tíma til að hlusta, vega og meta hlutina og byggja mat okkar og ákvarðanir á traustum upplýsingum. Það krefst hugrekkis að takast á við flókin viðfangsefni af yfirvegun. Raddir fólks allt land þurfa að fá að heyrast. Þar með talið þeirra sem bera ábyrgð á matvælaframleiðslu landsins. Matarkista Íslands margþætt. Í henni finnum við ekki bara landbúnaðarafurðir heldur einnig sjávarfang. Í fjölbreyttum afurðum beggja atvinnugreina felast tækifæri til verðmætasköpunar, nýsköpunar og aukinnar velsældar öllum til handa. Matarkistan Ísland geymir ekki aðeins úrval gæða afurða, hún einnig táknmynd ábyrgðar, þekkingar og framtíðarsýnar. Það sem við leggjum í þessa kistu nú stundir mótar lífsgæði og velsæld komandi kynslóða. Gerum ekki lítið úr því. Og tækifærin í íslenskum landbúnaði eru ótal mörg. Með markvissari nýtingu jarðhita getum við aukið grænmetisrækt til muna og styrkt þannig bæði fæðuöryggi þjóðarinnar og almenna lýðheilsu. Innlend framleiðsla einnig lykill að sjálfbærni og jákvæðum viðskiptajöfnuði. Skógrækt vaxandi grein sem tengist vissulega landnýtingu og loftslagsmarkmiðum en auk þess timbur sem og verður framtíðarauðlind. Mig langar líka til að nefna þörungarækt sem farin að ryðja sig til rúms hérlendis og gæti gegnt mikilvægu hlutverki fyrir sjálfbæra matvælaframleiðslu framtíðarinnar, bæði fyrir menn og dýr. Til þess að nýta þessi tækifæri þurfum við að halda áfram að hlúa að nýsköpun og tryggja nýliðun í greininni. Það sérstaklega ánægjulegt að sjá að sífellt fleiri konur sækja sér menntun og störf á ykkar vettvangi. Fjölbreytni og verður áfram ómetanlegur styrkur þessa samfélags. Við megum heldur ekki gleyma þeim sem færa hráefnið úr matarkistunni okkar og upp á disk. Okkar framúrskarandi kokkum sem hafa sýnt og sannað að íslenskur matur getur staðið jafnfætis því besta sem þekkist í heiminum. Ísland ekki aðeins fallegt land, það líka land sem gælir við bragðlaukana. Við Björn, bóndi á Bessastöðum eins og þið viljið væntanlega kalla hann, frekar en forsetagæja, reynum að nýta hvert tækifæri og leggja þannig okkar af mörkum til að kynna matarkistuna Ísland og segja frá því hvað hún hefur upp á að bjóða. Þetta gerum við bæði hér heima á Bessastöðum og erlendis með því að lyfta íslensku hráefni og íslenskri matargerðarlist með því að vinna með kokkalandsliðinu og fleira við öll þau tækifæri sem við getum. Það krefst heildarsýnar að standa vörð að efla matarkistuna Ísland. Sú heildarsýn þarf að byggja á samspili menntunar og nýsköpunar, landbúnaðar og sjávarútvegs, ræktunar og vöruþróunar, ferðaþjónustu og útflutnings. Ólíkir aðilar þurfa að vinna vel saman til að leggja grunn að heilbrigðu og lífvænlegu samfélagi. Og ef eitthvað fer úrskeiðis, og það gerir það reglulega í okkar góða landi og í krefjandi heimi, þá þurfum við að vera samstiga, setja okkur í lausnagír og leita saman að skynsamlegum úrræðum með framtíðina að leiðarljósi. Það þessir heildarsýn og þessi langtímasýn sem ég held að muni ávallt þjóna okkur best. Saga íslensks landbúnaðar og sjávarútvegs saga þrautseigju, aðlögunar og samvinnu. Hún saga þjóðar sem hefur lært að lifa með landinu og miðunum og nýta hvort tveggja af virðingu og útsjónarsemi. Þegar við horfum fram á veginn, eigum við ekki aðeins að spyrja hvað við höfum þegar í hendi, heldur einnig og jafnvel aðalega hvar tækifærin leynast, hvað það sem við getum skapað ef við vinnum saman. Kæru vinir, mig langar að lokum að fá að þakka ykkur og öllum öðrum sem starfa í íslenskum landbúnaði fyrir dýrmætt framlag til lífsins í þessu landi. Ég vil leið minna á að hvort sem við erum alin upp í sveit, bæ eða borg, í Tungunum, Fellunum á Langanesinu eða bara út á Kársnesinu, þá eigum við svo ótal margt sameiginlegt. Með einum eða öðrum hætti viljum við öll rækta það sem skiptir máli og gera það vel. Takk fyrir mig.
Akkur verið að fjölga hérna míkrofónum þegar ég er hættur að tala. Hvurslags er þetta? Kæra þakkir, forseti, Halla Tómasdóttir. Nú, atvinnuvegaráðherra, Hanna Katrín Friðriksson, gjörðu svo vel. Forseti Íslands, formaður, búnaðarþingsfulltrúar og aðrir góðir gestir. Það er með sönn ánægja að ávarpa ykkur hér við setningu búnaðarþings. Landbúnaðurinn er einn af grunnstoðum íslensks samfélags. Hann er burðarás í byggðulandsins, undirstaða fæðuöryggis og mikilvægur þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar. Og við lifum á tímum breytinga. Ég átta mig á því að þessi setning á sennilega oftast við, en í mínu líftíma hefur það sjaldan átt betur við en akkurat núna. Slíku tímum fylgja bæði áskoranir og tækifæri og þetta getur farið saman. Það er hlutverk okkar að bregðast við með ábyrgum og framsýnum hætti. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er að finna skýra áherslu á að efla íslenskan landbúnað, að efla styrkja samkeppnishæfni hans og tryggja sjálfbæra nýtingu auðlinda. Það er leiðarljós í okkar störfum. Við byggjum á landbúnaðarstefnu sem Alþingi samþykkti árið 2023. Þar er lögð áhersla á að byggja upp samkeppnishæfan og sjálfbæran landbúnað sem nýtir auðlindir landsins með sjálfbærum og ábyrgum hætti, styður við fæðuöryggi og verðmætasköpun allt land. Stefnan undirstrikar mikilvægi nýsköpunar, tækniþróunar og aukinnar framleiðni, samhliða sterkri umgjörð umhverfisvernd og velferð dýra. Jafnframt er lögð áhersla á að efla byggðir, bæta rekstrarumhverfi greinarinnar og tryggja að landbúnaðurinn verði aðlaðandi kostur fyrir komandi kynslóðir. Við erum nú að klára formlega framlengingu gildandi búvörusamninga til loka árs 2027. Með þeirri ákvörðun er lagður grunnur að stöðugleika á sama tíma og ljóst er að framundan er umfangsmikil vinna við endurskoðun á stuðningskerfi landbúnaðar. Sú vinna verður unnin í nánu samtali við greinina. Markmiðið er að tryggja að stuðningurinn endurspegli breyttar aðstæður, auki sveigjanleika, styðji við nýsköpun og framleiðni og taki mið af auknum kröfum samfélagsins sjálfbærni, gagnsæi og ábyrgð. Framundan er því mikilvægt samtal framtíð íslensks landbúnaðar og þar þurfum við að horfa til þess hvernig við tryggjum að greinin verði samkeppnishæf og aðlaðandi fyrir komandi kynslóðir. Kynslóðaskipti er ein stærsta áskorun landbúnaðarins í dag. Við sjáum að meðalaldur bænda er hár og að nýliðun þarf að aukast. Þetta snýst ekki bara að taka við búum, heldur skapa aðstæður þar sem ungt fólk sér tækifæri í því að byggja upp lífsviðurværi sitt í landbúnaði. Og þar skiptir aðgengi að fjármagni, stuðningshverfi sem hvetur til nýliðunar og skýr framtíðarsýn sköpun. Þetta tengist einnig fjárfestingaþörf greinarinnar til að mæta kröfum aukna framleiði, bætta nýtingu auðlinda, að draga úr losun kolefnis og auka velferð dýra þarf verulega fjárfestingar og við þurfum að tryggja að rekstrarumhverfið tryggi slíkar og styðji slíkar fjárfestingar og að hvata sé til staðar fyrir bændur til að þróa starfsemi sína áfram. Velferð dýra er málefni sem nýtur sífellt meiri athygli í samfélaginu. Það er eðlilegt og það er mikilvægt. Og íslenskur landbúnaður hefur staðið framarlega á því sviði, en við megum ekki slaka á kröfunum. Traust almennings byggir á því að við sýnum í verki að velferð dýra sé enn í forgangi og við séum reiðubúin að þróa reglur og starfshætti í takt við aukna þekkingu og breytt viðhorf. Lög um velferð dýra voru sett árið 2013 og voru þá stór áfangi í því að bæta velferð dýra með það regluverk sem áður gilti. En nú er komin tími á aðra endurskoðun og nýta til þess þá reynslu sem við höfum öðlast.
Ég hef áform að þetta mál komi til umfjöllunar á Alþingi á næsta þingvetri og það verður að sjálfsögðu haft mikið samráð við bændur sem og aðra hagaðila. Mig langar til að nefna sérstaklega stöðu kvenna í landbúnaði, eins og þið munu sjálf fjalla hér á þinginu. Konur hafa ávallt gegnt lykilhlutverk í greininni, en þær hafa jafnframt staðið frammi fyrir sértækum áskorunum. Við þurfum að tryggja að tækifæri þeirra séu jöfn, að aðgengi að stuðningi og fjármagni séu raunverulega opið öllum og að raddir kvenna fái aukið vægi í stefnumótun og ákvörðunum. Fjölbreytni er styrkur og þá ekki síður við í landbúnaði en annars staðar. Eignarhald á landi og nýting þess er einnig með þeirra mála sem verða sífellt mikilvægari. Land er takmörkuð auðlind og grundvöllur matvælaframleiðslu. Þó við búum svo vel hér á landi að landrými er meira en í mörgum samanburðarlöndum okkar. Það skiptir máli hvernig við tryggjum að land nýtist til framleiðslu matvæla, að aðgengi að landi sé raunhæft fyrir þá sem vilja hefja búskap og að langtímahagsmunir samfélagsins, þar á meðal fæðuöryggi, sé haft að leiðarljósi. Það munum við meðal annars gera með því að taka gildandi jarðalög til endurskoðunar í því ljósi. Fæðuöryggi hefur síðan fengið aukið vægi á undanförnum árum. Atburðir í alþjóðasamfélaginu hafa sýnt okkur að traustar, innlendar framleiðslukeðjur skipta sköpum. Íslenskur landbúnaður og önnur matvælaframleiðsla er þar lykil þáttur. Það er sameiginlegt verkefni okkar að styrkja þann grunn enn frekar með því að efla innlenda framleiðslu, tryggja aðföng og byggja upp þekkingu og nýsköpun. Áskoranir íslensks landbúnaðar eru á margan hátt hluti af stærra alþjóðlegu samhengi og sannarlega ekki sér íslenskar. Víða heim glímir greinin við hækkandi meðalaldur bænda og erfið kynslóðaskipti. Auk þessum óstöðugar aðfangakeðjur og hækkandi verð á aðföngum hafa haft veruleg áhrif á rekstrarskilyrði. Það er ekki bara hér þar sem landbúnaður er háður innfluttu jarðefnaeldsneyti, lyfjum, tækjabúnaði og mörgu öðru. Það er mikilvægt að efla sjálfbærni og auka viðnámsþrótt bæði landbúnaðarins og samfélagsins í heild, svo að við fáum betur staðist áföll í ótryggum heimi. Atburðir liðinna missera hafi leitt það mjög skýrt í ljós. Kæru þingfulltrúar, framtíð íslensks landbúnaðar ræðst af því hvernig okkur tekst að vinna saman. Stjórnvöld, bændur og aðrir sem máli varða þurfa að eiga opið og heiðarlegt samtal stefnu og forgangsröðun. Með samstilltu átaki getum við byggt upp öflugan, sjálfbæran og framsækinn landbúnað sem stenst kröfur framtíðarinnar. Ég hlakka til áframhaldandi samtals og samstarfs með ykkur í öllum þeim mikilvægu málum og allri þeirri mikilvægu vinnu sem er framundan. Hvort sem er að ræða, endurnýjun samnings starfsumhverfi bænda, samningsmarkmið í mögulegum, vonandi, viðræðum við Evrópusambandið eða eitthvað annað sem varðar framtíð þessara mikilvægu atvinnugreinar. Ég óska ykkur hér velfarnaðar í störfum ykkar næstu daga og í framtíðinni. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Hanna Katrín, atvinnuvegaráðherra. Þá er komið að næsta lið, það eru landbúnaðarverðlaun og það er atvinnuvegaráðherra, Hanna Katrín Friðriksson. Gjörðu svo vel. Takk Trausti, það var fallega gert að lega mér að setjast á milli. En ágætu búnaðarþingsfulltrúar. Ráðherra landbúnaðarmála hefur veitt landbúnaðarverðlaunin á búnaðarþingi flest ár frá árinu 1997 eða í alls 27 skipti.
Síðustu ár hefur verið auglýst eftir tilnefningum og verðlaunahafinn verið einn árlega. En verðlaunahafinn í ár er sá 60. og 50. í sögunni. Það er öllum frjálst að senda inn tilnefningar bændabýli eða önnur landbúnaðarfyrirtæki og félög sem talin hafa verið til fyrirmyndar að einhverju leyti í íslenskum landbúnaði á liðnu ári. Við valið er litið til þátta eins og frumkvöðlastarfs, nýjunga í starfsháttum eða annars árangurs sem getur verið öðrum fyrirmynd í landbúnaði, svo sem á sviði umhverfisstjórnunar, loftslagsmála, ræktunarstarfs eða annarra þátta í starfseminni. Að þessu sinni bárust 6 tilnefningar og það gleður mig að tilkynna að búið Gunnbjarnarholt í Skeiða- og Gnúpverjahreppi hlýtur verðlaunin í ár. Búið er fjölskyldureikið kúabú og eitt af þeim stærstu í landinu. Það er í eigu hjónanna Arnars Bjarna Eiríkssonar og Berglindar Bjarnadóttur sem tóku við rekstrinum árið 1990 en kúabúskapur hefur verið stundaður í fjölskyldunni allt frá lokum 18. aldar. Og þetta þurfti ég að lesa nokkru sinnum þegar ég sá þessa setningu. Reksturinn byggist fyrst og fremst á mjólkurframleiðslu. Þar hefur verið byggt upp stórt og tæknivægt fjós sem gerir búinu kleift að vera í fremstu röð í íslensku landbúnaði. Þar eru nú 230 mjólkandi kýr og 4 mjalta þjónar en alls 500 nautgripir. Einn af þeim er til dæmis kýrin Plóma sem var nýtesta mjólkurkýr landsins á síðasta ári en þá mjólkaði hún tæpa 17.000 lítra. Merkilegt nokk, kemur ekki á óvart, það er met. Samhliða hefðbundinni framleiðslu hefur búið lagt aukna áherslu á vinnslu og beinasölu afurða til neytenda. Árið 2021 hófu þau eigin mjólkurvinnslu undir vörumerkinu Hreppamjólk. Þar er framleidd og seld drykkjarmjólk og aðrar mjólkurvörur sem á meðal annars fá í almennum matvöruverslunum. Vöruúrvalið hefur síðan aukist og inniheldur nú til dæmis skyrdrykki, jógurt og fleira. Auk búreksturs reka eigendurnir einnig fyrirtæki Landstólpa sem þjónustar landbúnað. Landstólpi flytur meðal annars inn fóður sem á margs konar rekstrarvörur og búnað fyrir landbúnaðinn. Auk þess að vera umsvifamikið í sölu og byggingu stálgrindahúsa fyrir landbúnaðarstarfsemi og það sem henni tengist og félagið hefur reist slíka byggingar land allt. Gunnbjarnarholt hefur jafnframt verið opnað almenningi við ýmis tækifæri þar sem gestir geta kynnt sér sveitalífið og kynnst afurðunum. Þá hafa verið uppi áform frekari uppbyggingu þjónustu á svæðinu, meðal annars tengda ferðaþjónustu og kynningu á íslenskri matvælaframleiðslu. Í heild er Gunnbjarnarholt dæmi nútímalegt íslenskt bú, þar sem hefðbundinn landbúnaður er sameinaður nýsköpun, tækniþróun, þjónustustarfsemi og aukinni tengingu við neytendur. Fyrir það frumkvöðlastarf fær búið í Gunnbjarnarholti landbúnaðarverðlaunin 2026 og ég vil biðja fulltrúa þess að koma hingað upp til að veita verðlaununum móttöku.
Sko, sjáu þið, hann er búinn að taka hérna mikrofóninn. Herðu, kæru vinir, fjölskyldan í Gunnbjarnarholti innilega til hamingju með verðskuldu landbúnaðarverðlaun. Nú, konur í landbúnaði, Herdís Magna Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, búnaðarþingsfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Herdís Magna Gunnarsdóttir og ég var fengin hér í dag til þess að koma með erindi konur í landbúnaði og segja frá minni reynslu sem ein svoleiðis. En ég er kúabóndi á Egilsstöðum, 3 barna móðir, varaformaður Bændasamtakanna og var áður nokkuð skeið formaður Landssambands kúabænda og nautgripabænda með áður fyrir sameiningu. En tilefnið af þessu að Sameinuðu þjóðirnar hafa tileinkað árið 2026 konum í landbúnaði. Markmiðið að vekja athygli á mikilvægu hlutverki þeirra í matvælaframleiðslu og í samfélögum í dreifbýli. Konur eru stór hluti af vinnuafli í landbúnaði allan heim, en 43% samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, oft skammstafað FAO. Og þær gegna miklu hlutverki í fæðuöryggi. Þrátt fyrir að það hafa þær oft minni aðgang að landi, fjármagni, menntun og tækni. Og þær eiga minni þátt í ákvarðanatöku. Með þessu alþjóðlega ári markmiðið að vekja athygli á þessu og áskorunum og stuðla því að konur í landbúnaði fái meiri stuðning og tækifæri. Afsakið, ég er að læra á tölvunni, ég nefnilega nota alltaf Apple. En ég vil kíkja á aðeins nær okkur, af því að hlutfall kvenna í landbúnaði ótrúlega mismunandi eftir hvað við horfum í heimshlutanum. Minna þróðurlönd, þar hlutfall kvenna miklu hærra, af því þær eru mjög mikilvægir í uppskeru og öðru, en ég rak mig á áhugaverða línu í einhverju skýrslu frá Sameinuðu þjóðanna sem þau sögðu að tæknin, ef við hefðum haldið að tæknin ætti að auðvelda aðgengi kvenna að landbúnaði, af því að þá reiðum við okkur ekki á þetta líkamlega afl. En það sem við sjáum að með því að tæknin kemur inn, þá koma kallarnir inn. Og það er frekar til í að vinna störfin eða það er einhverja græjur. En ef við kíkjum á Norðurlöndin, þá eru hlutfallið samkvæmt skýrslu sem ég fann sem norræna ráðherranefndin gerði áhrif og hlutskipti kvenna í loftslagsmálum í landbúnaðarkaflanum þar frá 2022. Það sýnir að konur eru í minnihluta í flestum Norðurlöndum. Í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð og Noregi eru aðeins 8–16% bændakonur, langminnst í Danmörku. Hindranir sem eru þar upptaldar eru meðal annars menning í greininni. Landbúnaður hefur lengi verið talin hefðbundið karlastarf og er oft þannig sýndur líka í fjölmiðlum og daglegu tali. Þetta getur auðvitað haft áhrif á hvernig fólk sér, oh my god, afsakið, Apple, ég er alltaf að halda því fram að Apple sé ekki fyrirstaða. Afsakið mig, ég týndi punktunum mínum. Svona. Landbúnaður lengi verið talin hefðbundið karlastarf, eins og ég sagði. Þetta getur haft áhrif á hvernig fólk sér fyrir sér, hver eigi að vera bóndi. Og einnig sterk hefð fyrir, sérstaklega við sjáum það á Norðurlöndunum ennþá sterkari hefð heldur hérna, fyrir því að drengir erfa búin af föður sínum. Þetta þýðir að konur hafa þá minni aðgang að landi, fjármagni og lánum. Og konur fá líka oft, þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur líka, konur fá oft líka minni þjálfun í tæknilegum eða vélrænum þáttum búsins og sem þegar það alast upp á bæjunum. Og sýnileiki þeirra í greininni minni. Að lokum bendir skýrslan á að landbúnaðarnet, menntun og fagleg tengsl hafa verið karllæg, sem getur gert konum erfiðara að komast inn í greinina. En í sömu skýrslu þá sjáum við að hlutfallið á Íslandi miklu betra. Það hærra 27% samkvæmt þessari skýrslu. Það þýðir að konur eru hlutfallslega fleiri í landbúnaði hér en í öðrum Norðurlöndum. Ég hef oft talað að íslensk matvælaframleiðsla hefur tækifæri til að vera öðrum löndum til fyrirmyndar. Varðandi framleiðsluþætti, við erum hér með lága notkun sýklalyfja og erum að mörgu leyti öðrum til fyrirmyndar líka í loftslagsmálum. En við sjáum það að við stöndum líka framar í jafnrétti sem mjög ánægjulegt. En við skulum skoða aðeins bara stöðu íslenskra kvenna í landbúnaði aðeins nánar. Ég nefnilega held mögulega bæði að við séum að gera betur og að við getum gert betur.
En samkvæmt þessari skýrslu, Norrænu ráðherranefndarinnar, geta tölur konur í landbúnaði verið villandi. Þar sem konur eru oft ekki skráðar sem aðalbændur þrátt fyrir að taka virkan þátt í rekstri. Þetta bendir til þess að raunverulegt hlutverk kvenna í landbúnaði sé líklega vanmetið í opinberum gögnum. Það fer einnig saman við þegar við förum að skoða gögnin hérna heima á Íslandi. Skýrslan sem ég talaði áðan sagði að hlutfallið væri 27%, en samkvæmt staðgreiðsluskrám má þá sjá að hlutfallið er 40% af þeim sem starfa í landbúnaði eru konur. Sömuleiðis eru meðlimir bændasamtakanna 40% konur. En konur eru í meira mæli að mennta sig í greininni. Ef það er horft til kynjahlutfalls þá hafa verið útskrifaðir búfræðinemendur frá 99, mun fleiri karlar, en þetta er að breytast hratt á síðustu árum. Núna síðustu ár hafa konur verið miklu meiri hluta í búfræði. Sömuleiðis sjáum við sömu þróun í öðru háskólanámi að konur eru mun fleiri þegar kemur að háskólanámi, bachelorgráðu og master. Og svo verðum við alltaf fyrir okkur hérna, en hvernig stöndum við í bændasamtökunum? Þær eru ennþá oft í minnihluta í stjórnum, þær eru sjaldnar formenn búgreina. Við höfum ekki ennþá verið með kjörinn formann bændasamtakana, þó að varaformaður hefði einu sinni komið inn sem var kona. Og fulltrúar hér búnaðarþingsviti, hvernig þeir skiptast? Þeir eru 70% karlar. Þannig að við höfum greinilega eitthvað sem við þurfum að bæta. En ég er að velta fyrir mér, hvernig ímynd kvenna í landbúnaði og fyrirmyndir hafa áhrif á þróun jafnréttis. Hvað hafði áhrif á mín mótunarár og hvernig fyrirmyndir birtast konum í dag? Sjálf er ég af Vigdísarkynslóðinni. Ég elst upp við það að kona getur verið forseti og konur getur allt. En samt var allt svolítið fast ennþá í viðjum eldri hefða. Ríkisstjórnar landsins voru alla jafna samsettar af körlum, kannski einni konu, og konur voru mun minna sýnilegar almennt í fjölmiðlum. Þarna í bakgrunninn set ég mynd af mömmu, svona klassísk mynd af konu sem vinnur utan bús á skrifstofu þarna sem blaðamaður og krakkinn svona með í fanginu. Þetta er alveg stórkostleg mynd af móður minni, henni Vigdísi. Mamma er hérna eina af þessum ofurkonum sinnar kynslóðar og mjög klassísk fyrir konu, sérstaklega þessa tíma líka sem eru unnu í landbúnaði. Hún er þriggjabarnamóðir, vinnur utan bús, ýmist sem kennari eða blaðamaður, keyrði með okkur krakkastrólluna heim í hádeginu til að græja hádegismatinn fyrir pappa og vinnumennina, keyrði svo aftur með okkur í skólan og svo á kvöldin manni hún var að fara yfir heimadæmin og klára bókhaldið. Svo náttúrulega af því að þetta var svo rólegur dagur hjá henni, þá var hún líka í pólitík og svona þegar ég náði upp í eldavélinni þá var mér kennt að hita upp kvöldmatinn svo hún geti farið á bæjarstjórnarfundi. Þannig að svona ómeðvitað, þá kannski bara ólst ég svolítið upp í að konur geti gert hvað sem er, því að mamma virðist geta gert það. Það er svona að hún hristir svona þriggjarétta sunnudagskvöldverð fyrir stórfjölskylduna bara úr vinstri erminni og skiptir ennþá dekk á bílnum. En svo er ég líka aðeins að hugsa hvernig þessi þróun hefur verið. Margar konur aðeins eldri en ég, af eldri kynslóð, hafa talað að þær hafi séð sér knúnar til þess að þurfa að setja hárið í tagl, verið í dragt og vera á flatbotna til þess að þeir eru bara hlustað á þær. Og það er hennar trúverðugar. Þetta held ég sé að breytast. Konur eru farnar að geta verið miklu meira bara það sjálfar. Það er hlustað á þær þó þessu í kjól og hælum. Og ég sé líka að það er að breytast birtingamynd á samfélagsmiðlum. Það er miklu meira ábyrgjandi að séu áhrifavaldar konur í landbúnaði. Ég setti mynd af henni Mari, þessi þýska kona í traktornum. Hún er algjör gælla, sprenglærð og keyrir risavaxin tæki og flýgur drónum. Þannig að við erum klárlega komin með miklu meiri fyrirmyndir og við erum bara orðin nokkuð vön í að ráðherra málaflokksins sé kona líka. Og það skiptir okkur auðvitað máli. En ég velti fyrir mér, hafði ég einhver áhrif mögulega? Ég held að það var ekki eitthvað markmið hjá mér endilega. En ég fæ hringingu þegar ég er frekar nýlega orðin bóndi bara, byrja að starfa sem bóndi á fyrsta fundi minn í LK og það var bara mjög venjulegt að stjórnin var yfirleitt kallar og ein kona. Það var svona vaninn, en ég var ekkert að velta þessu sérstaklega fyrir mér. Ég fæ fljótt bara árið eftir hvatningu til að fara í stjórn. Það var bara svolítið skrítið, af hverju ekki að slá til bara, ég var ekkert að pæla í þessu.
En ég verði mjög fljótt að varaformannu þar og svo árið 2020 þá gefur þáverandi formaður ekki lengur kost á sér til að halda áfram. Og ég fæ hvatningu frá samferðafólki mínu, bæði konum og körlum, til að gefa kost á mér. Þessi hvatning kom mér kannski bara ákveðið óvart. Ég bara rek ágætlega stórt bú, átti 2 stráka á leikskóla og hafði bara alveg nóg að gera, var ekkert að pæla í þessu. En ég sló til, ég fekk alltaf hvatningu, fekk með ennþá meiri hvatningu og maðurinn minn var alveg klár í slaginn, voru geggjuð í Sardís og þetta skipti auðvitað máli. En það kom mér svolítið óvart þegar ég kjörinn, þá verið að fjölmiðlar hringja og ég var alltaf spurð, nú ert þú kona? Já. Og ég brenn líka fyrir ýmislegt. Þetta er ótrúlega sérstakt og ég reyndi markvisst að eyða því. Ég held að bara verið endanum, mér tókst ágjörlega vel upp með, ég held að vera einn fjölmiðill sem hafði fyrirsögnina fyrsta kona. Að mér fannst algjörlega fáránlegt að það þurfi alltaf að vera fréttin og það sé fyrsta kona. Og ég ætla rétt að vona að næsta kona sem er kosin sem formaður, búgreinar eða bændasamtakanna verði spurð út í hvað hún brennur fyrir og hvað hún ætlar að berjast fyrir. Ekki bara að hún sé kona eða hvort hún sé byrja að safna hári. En ég velti fyrir mér að þarna er mynd nefnilega af fyrstu stjórningu sem ég var í. Það var önnur kona, hún var í fæðingarorlofi. Næsta ár voru bara kallar og ég. En svo verði ég formaður og myndin hérna út í horni sýnir hvernig stjórnin leit út á svona seinni árum eftir ég verð formaður. Breytti einhverju að ég hef verið formaður? Ég er ekki alveg uppið að ég var á montinn og ég ætla ekki að segja að það hafi verið það, en ég held að og bara óvart hafið áhrif. Konur hringja aðra konur, það tengslæðið er öðruvísi og við förum að sjá fyrir okkur að konur geti átt pláss. Ég reyndar, þorði varla að segja frá því, en ég rak mig á mína eigin fordóma og fyrirfram hugmyndir í hausnum. Ég sá alltaf fyrir mér að formaður væri fullorðinn kall, ekki yngsta stelpan í stjórninni. En já, eins og ég sagði, ég fekk mikinn stuðning frá bæði mönnunum sem ég starfaði með í stjórn og auðvitað heima fyrir. Það er ég ægilega þakklátt fyrir. Karlar nefnilega gegna lykilhlutverki í því að efla stöðu kvenna í landbúnaði. Í fyrsta lagi skiptir það máli að það ríki gagnkvæmur stuðningur og samvinna bæði á heimilinu og í daglegum bústörfum. Í öðru lagi er mikilvægt að konur hafi jöfn tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku, hvort sem það snýr að rekstri, fjárfestingum eða þróun búsins. Karlar geta líka stutt við konur með því að deila þekkingu sín og reynslu en jafnframt að vera opnir fyrir því að læra af konum og viðurkenna þeirra sérþekkingu. Einnig skiptir máli að karlar taki þátt í að brjóta niður hefðbundnar staðalmyndir hlutverk kynjanna í landbúnaði. Það er mikilvægt að endurskoða hvernig við til dæmis bara ölum börnin okkar upp. Stelpunni minni sem er þarna á myndinni með pabba sínum í traktor, henni finnst bara alveg jafn gaman að fara í traktorinn og strákunum. Samt er ekki ennþá byrjað að tala mjög mikið hún verði ægilega góður vélamaður. En ég held að hún eigi bara að fá algjörlega sömu tækifæri og hugmyndir í sínu uppeldi og bræðurinnar að hún geti gert það sem hún vilji. Sömuleiðis held ég sé mjög gott fyrir börnin okkar að þau fá að sjá og það er ekkert síðra að sjá heimilið og ég held sem er mikilvægt og eitthvað sem við þurfum kannski að endurskoða líka í landbúnaði að ég held að karlarnir þurfi líka að fá aukið tækifæri til að fá tíma með börnunum sín. Ég held að vilji það bara líka og ég held að það sé gott fyrir alla. Og ég varðandi tækniþáttinn, þá langar mér svolítið að nefna samtal sem ég átti við konu sem var í verknámi hjá mér. Hún sagði mig þegar ég var lítil, pabbi bifvélaverki, þá hafði pabbi bara ekki sömu þolinmæði til að kenna mér og bræður mínu. Og ég er bara svo þakklátt fyrir að Diddi eru alltaf nefnda, maðurinn minn heitir Diddi, að Diddi er alltaf nefnda, hann er þolinmæði til að kenna mér og hefur bara sett mig í verkefni sem ég held að ég get ekki. Þetta skiptir máli. Það er mikilvægt að karlar séu virkir bandamenn, styðji konur, hlusti á þeirra sjónarmið og standi með þeim þegar kemur að jafnrétti og framþróun í greininni. Þið geti verið lykilatriði í að brjóta niður hindranir, skapa tækifæri og stuðla að jafnrétti í þróun landbúnaðarins með að standa með konum, ekki aðeins fyrir þær, því að þegar konur eflast þá styrkist heildin. En hvernig eflum við konur í landbúnaði? Það dugar ekki tuða við eldhúsborðið eins og Sigurbjörg kom svo vel á orði hérna í viðtali við Bændablaðið. Ég vil skora á konur hér í landbúnaði að taka meira pláss, skrifi greinar og taki þátt í félagsstarfi. Hvetjum aðrar konur áfram og lyftum hver annarri upp. Sömuleiðis er ég búin að skora á mennina hér inni að hvetja konuna sínar heima og líka þær sem við starfið með. Skoðu hvernig hvort þið getið veitt meira ábyrgð og hvattar áfram. Fjölmiðlar þurfa að gæta þess að beina sjónum sínum jafnt að konum og körlum og
kannski endurhugsa hvernig spurningar það er, hvort það sé munur á spurningunum sem við spyrjum konurnar og karlana. Ég man ekki mikið eftir, það er stundum spurt skeggið að vísu. En skoðum hvernig við getum bætt okkur í uppeldi barnanna okkar, tökum stelpurnar líka með á verkstæðið. Norræna skýrslan nefnir minni þjálfun í tæknilegum þáttum sem hindrun kvenna í landbúnaði. Þetta held ég sé rauninni kannski líka bara fyrirstaða fyrir nýliðun í landbúnaði. Það er alltaf að verða flóknar að vera bóndi. Nýrri tækni krefst sérhæfðari þekkingar og strjálbýli gerur aukna kröfur að geta retta sig í alveg ótrúlegustu hlutum. Bændur eru smiðir, píparar, bókarar, rafvirkjar og ég veit ekki hvað fleira. Ég samfara aukin þekking og geta til að gera við húsnæði og vélar myndi tryggja konum aukið sjálfsöryggi til að gerast bændur. Og á þetta mætti leggja aukna áherslu í námi í landbúnaði. Stjórnvöld geta leitað leiða til að innleiða raunverulegar breytingar á stefnu, fjárfestingu og stuðningskerfum til að efla stöðu kvenna í landbúnaði. Sömuleiðis grundvallaratriði að bæta rekstrarskilyrði svo að landbúnaður verði fjölskylduvænni og þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur í nýliðun sem aukið jafnrétti og aukin þátttaka kvenna í landbúnaði ætti að skila sér aukin nýliðun í greininni. Lausnin á þessu öllu og fyrir nýliðun er að gera búrekstur fjölskylduvænni. Ungt fólk í dag vill bara til dæmis komast á fótboltamót með börnunum sínum á sumrin eins og aðrir. Bætt rekstrarskilyrði og afkoma er grunnur að því að bændur geti ráðið til sín afleysingu svo þau geti átt meiri tíma með fjölskyldunni. Af hverju skiptir þetta máli? Nú þegar vinna 1,2 til 1,3 milljarðar manna í landbúnaði og matvælakerfum heimsins, samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Í grófum dráttum er talið að heimurinn þurfi 200 til 400 milljón nýrra starfa í landbúnaði og matvælakerfum á næstu áratugum til að tryggja fæðuöryggi. Það er ekki til sömu tölur Ísland, en ég náttúrulega gerði það bara eins og fólk í dag gerir. Ég bara tók mjög gott trúnám með gervigreindinni og sett upp alls konar sviðsmyndir, hvernig þróunin gæti orðið og náttúrulega notaði þær staðreyndir sem við höfum. En í dag starfa 3000 manns í greininni. Ef Ísland vill viðhalda núverandi sjálfsaflaða hlutfalli sem 53%, þá nokkur hundruð ný störf, en ef við horfum til raunhæfra markmiða aukna sjálfbærni, er það 500 til 1500 ný störf í landbúnaði og tengdum greinum. Metnaðarfyllri sviðsmyndir, ef við ætlum að verða mun sjálfbærari í kornrækt og garðyrkju til dæmis, sýna að við þurfum jafnvel 1 til 3000 ný störf. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum gæti landbúnaðarframleiðsla heimsins aukist verulega ef konur höfðu sama aðgang að landi, fjármagni og öðrum auðlindum og karlar. Það geti jafnvel hjálpað til við að draga úr hungri í heiminum. Þess vegna er mikilvægt að efla konur í landbúnaði, ekki bara fyrir jafnrétti, heldur líka fyrir framtíð matvælaframleiðslu. Það er mikilvægt að efla konur í landbúnaði vegna þess að það styrkir greinina í heild. Þegar við gefum fleiri tækifæri, líka konunum, koma fram nýjar hugmyndir og meiri nýsköpun. Að lokum skiptir þetta máli fyrir fæðuöryggi, því landbúnaður er grundvöllur af þess að við getum framleitt mat fyrir samfélagið. Konur hafa alltaf gegnt mikilvægu hlutverki í landbúnaði, bæði á Íslandi og allan heim. Með því að efla stöðu þeirra, skapa fleiri tækifæri og stuðla jafnrétti getum við styrkt landbúnaðinn og tryggt sterkari framtíð fyrir matvælaframleiðslu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Herdís. Nú, þá er komið að því sem allir hafa beðið eftir, það er bara komið matur. Þannig að þeir sem ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir góða samveru á setningu búnaðarþings. Þeir sem ætla ekki að borða með okkur og ekki að setja áfram, ég þakka ykkur fyrir komin og óska ykkur góðrar heimferðar. Við hefjum svo þingfundi búnaðarþingi klukkan 1. Takk fyrir.